Fyrir ári síðan átti ég afmæli, þá var ég 59 ára og þá vildi það svo til að Ögmundur Jónasson hafði beðið mig að halda erindi í Þjóðmenningarhúsinu kvótakerfið. Og mér finnst það gaman, bæði gaman af því að það gaf mér tilefni til þess að svona setja niður á blað og hugsa aðeins betur svona mína afstöðu til kvótakerfisins. Og svo fannst mér líka gaman að líta á þetta bara sem afmæli mitt og í staðinn fyrir að fólk var að halda ræður og svona mig, þá fékk ég bara að halda ræðu og allir hinir sátu bara út í sal og þögðu. Og nú er ég að verða 60 á afmæli 11. janúar og ég hafði hugsað mér að halda aftur svona fyrirlestur. En það er samkomubann, þannig að ég get það ekki. En sonur minn, hann gaf mér það í afmælisgjöf að taka upp svona það erindi sem að mér langaði til þess að flytja fyrir ykkur og þá sem að nenna að hlusta á mig, kom í afmælið mitt. Og það fjallar það sem ég er eiginlega oftast spurður bæði síðasta ár og undanfarin 4 ár. Það hvers vegna sósíalistaflokkurinn? Og nú ætla ég að flytja ykkur það erindi og Davíð, sonur minn, hann ætlar að taka það upp. Hvers vegna sósíalistaflokkurinn? Það er mjög gott. Það er kannski eðlilegt að spyrja fyrst til hvers sósíalismi, af hverju sósíalismi? Sko, sósíalismi er margt, getur verið söguleg hefð, getur verið stjórnmálastefna, en fyrst og fremst er sósíalismi náttúrulega hugsjón að samfélagi verði mótað af þörfum og hagsmunum hinna verst settu. Það er eiginlega svona no-brainer að ef við ætlum að laga samfélagi þá skulum við gera það út frá þeim sem að verða fyrir mesta óréttlætinu, þar sem að gallandi koma helst fram, lögum gallana og hægt og bítandi höldum áfram að laga þau, þangað til að samfélagið orðið gott. Þetta er eiginlega sósíalismi. Sósíalismi er líka kannski sem stefna, þá er sósíalismin sára einfaldur. Við förum til þeirra sem að verða fyrir óréttlætinu og það er ekki endilega bara hinir allra verst settu, en það er eðlilegt að byrja þar, en það eru margir sem að verða fyrir óréttlæti samfélagsins alveg upp í eiginlega 99% verða fyrir óréttlæti samfélagsins. Og við spyrjum fólk, hvað finnst þér að mætti laga? Og einhver segir það þarf hærri laun, það þarf öruggara húsnæði, það þarf leiguþak, það þarf aðgengi að heilbrigðisþjónustu fyrir alla, það þarf aðgengi að menntun fyrir alla, það þarf mannvirðingu, það þarf einhver völd á vinnustanum. Við erum að hafa eitthvað með samfélag okkar að gera, ekki bara hverjir sitt á þingi, hverjir sitt í borgarstjórn, heldur líka hvernig hverfið okkar er, hvernig skólinn okkar er, hvernig vinnustaðurinn okkar er. Við þurfum að sjást í samfélaginu. Það þurfa allir að vera jafnir, maður þarf að vera tilheyra samfélaginu. Og fólk segir hitt og þetta og við röðum því niður á blað og það er stefna sósíalista. Og þannig hefur það verið alla tíð, svona síðustu 100-200 árin. Það er sósíalismi. Okkar hlutverk í dag er að endurfæða þessa hugsjón inn í okkar tíma. Það er ekki það að taka upp hvað sósíalistar á fyrri árum höfðu gert, auðvitað getum við lært af því, en við skuldum því ekki neitt sérstakt. Það sem við skuldum fólkinu í dag er að endurfæða þessa hugsjón inn í samtíma okkar. Hvernig á sósíalismin að líta út í dag? Fyrir hverja þarf hann að starfa? Hverju þarf hann að ná fram? Og það er mikilvægt verkefni að endurfæða sósíalismann inn í okkar tíma og það er ástæðan fyrir því að sósíalistaflokkurinn var stofnaður.